Bíddu, þetta ekki nákvæmlega sama tré og vorum að labba fram hjá áðan? Spurði Freyja reiðilega og leit ásakandi á Skotta. Alls ekki, Sagði Skotti yfirlætisfullur á þess að virða tréð viðlits og þrammaði þóttafullur beint af augum. Hann hafði slengt risastórum og nýþungum gullyklinum yfir aðra öxlin á sér. Sjáðu þessa skrýtnu appelsínugulu ávexti. Sagði Freyja æst. Ég alveg viss að við löbbuðum fram hjá þeim áðan. er það samt? Sagði Skotti efins og hélt staðfast áfram að þramma. Freyja sneri sér að Huppu í leit að stuðningi. Huppa, manst þú ekki eftir að hafa séð þetta áður? Bara núna áðan. Sagði Huppa og yppti öxlum. Örskömmu síðar var hún farin að stara eitthvað út í fjarskan. Aha, sjáðu þetta exið sem ég skari í þetta tréðan áðan. Ég viss við varum vilt. Sagði Freyja sigri hrósandi. Skotti stöðvaðist loksins, en hann sneri sér ekki við. Ég bara eitthvað klór eftir eitthvað þú veist dýr. Við erum rammvilt og ráfandi með hringiskotti. Æpti Freyja bak við hann. Þú veist ekkert hvert þú ert að fara. Skotti snar snýrist á punktinum og leit fast á Freyju, með reiðibliki í augum. Ef þú ekki týnt kortinu eins og mannabins þú ert, þá væru við ekki í þessu vesni til að byrja með. Þetta var ekki mér að kenna. Þetta var páfagauka fyrir það skrýpið þarna. Býtu, er það þín afsöku við öllu eða? Hrópaði Skotti fokreiður. Þau voru úrvinda og pirruð. Og hver veit hversu lengi þetta rifrildi hefði varað og hvað hefði verið sagt í hita leiksins ef að risastór risaeðla sem myndi helst á stökkbreyttan nasirning hefði ekki skyndilega ruðst öskrandi í gegnum lausgrúðið.